Góðan daginn og velkomin að Grísará. Í þessu stutta myndbandi sem við ætlum að skoða núna, þá ætlum við að taka þennan mótor hérna og hreinsa hann upp. Þessi litli mótor, þetta er OS Max 25 FP. Hann var settur í flugvél fyrir mörgum árum. Settur í gang líklega einu sinni eða tvisvar og síðan hefur hann setið í þessari flugvél og stífnað upp. Það er greinilega mikið af olíudrullu í mótornum og ekki sniðið. Það þarf að laga hann til, það þarf að hreinsa hann upp og þrífa hann. Og ég ætla að sýna það núna í kannski 2 myndböndum. Það sem við ætlum að gera núna er að taka hann í sundur, algjörlega lið fyrir lið. Og ég ætla að sýna hvernig það er gert. Það þarf ekki mörg verkfæri til þess að gera þetta. Hérna er 2 mm sexkantur, 8 mm kertalíkill og stjörnuskrúfjárn. Annað þurfum við ekki og ég ætla að hafa hérna smá plastbox sem að ég set alla hlutina í. Það fyrsta sem við þurfum að gera er að taka hljóðkútinn af og hann er festur á með stjörnuskrúfum. Svo við bara skrúfum þær af hérna. Og fyrst þegar við erum komin með hljóðkútinn hérna, þá getum við losað hann í sundur líka. Líklega þurfum við lítinn skiptilíkil á hann vegna þess að hér er stopp, ró og við þurfum að byrja því að losa hana. Þessi skiptilíkill er eitthvað bilaður. Svona. Þess má geta að það er líka hægt að nota þetta til þess að snúa þessu hér. Síðan er stjörnuskrúfa hérna framan á og hún nær alla leið í gegn. Þá verðum að passa okkur að fara vel með þessa skrúfu sem er nær svona langt í gegn. Hérna getum við séð í hljóðkútinn að það hefur eiginlega lítið sem ekkert gert. Hérna er smá olíudrulla á kantinum á honum og skrúan kemur úr og síðan er þessi hérna kónn laus í. Aftur dálítil olíudrulla í sem hefur ágætt að hreinsa í burtu. Og hérna í þessum kanti er meiri drulla. Hérna er nippill og við þurfum svo sem ekkert að vera að taka hann úr núna. Hann er notaður til þess að gefa þrýsting inn á tankinn. Mótorinn sjálfur er hér og það er ágætt að byrja á því að taka karbúratórinn eða blöndunginn af. Það er nú kannski meira en að segja það. Ég fann hérna bita sem að passar akkurat í þessar skrúfur. Maður þarf að passa sig mjög að skemma ekki þessar skrúfur.
og í rauninni þurfa þær ekkert að vera svona óbóðslega fastar. Nú tökum við blöndunginn af og það er greinilega fullt af olíu undir honum því að hann er stífur í. Svona. Hérna er vorhringur sem er best að láta bara vera þarna allavega fyrst sinn. Hérna er nálin og maður sér leifar á henni að það er svona eins og þessi græn slíkja. Þetta er ekki mygla, þetta er kopar úr slöngunum eða rörunum í táknum sem að fengu að skemmast. Þennan nippil væri gott að taka og 7 mm lykill passar akkurat upp á hann og með honum getum við tekið úr þessa festingu. Þetta hérna. Hér kemur bensínið í gegn og það semst kemur úr slöngu hér og hér inn og nálin sem við vorum með hérna áðan, hún takmarkar hversu mikið af því kemst í gegn. En við þurfum að þrífa þetta aðeins, þannig að það er ágætt að taka þetta af. Þessi hér, hún er, já það var svo sem með þetta. Það er flat skrúfa. Maður á nú að geta gert þetta með höndunum bara. En að því að þetta er svo löðrandi í storkinni olíu, þá þarf maður að nota tól og tæki. Það sem þessi skrúfa gerir er að fara hérna inn og fyrir þetta gat sem er hérna framan á blöndugnum. Þannig getur maður stillt hægaganginn. Þessi skrúfa hér gerir dálítið annað. Hún stjórnar því hvað þetta hreyfist mikið. Tökum hana úr. Það er gormur á henni sem að sér til þess að þetta losna ekki. Og þá getum við tekið tromluna úr og enn og aftur hún er all löðrandi í olíu og ógeðsleg. Hérna er rauf á tromlunni sem þessi skrúfa situr í og sér til þess að hún fari bara þangað sem hún má fara. Á tromlunni er plastarmur og það er langbest að vera ekki að blanda saman plasti og málmum þegar maður er að þrífa svona, þannig að við tökum það bara af og setjum tromluna í boxið og skrúfuna sem heldur henni. Þennan arm, við notum engin leysiefni á svona plast. Svo er hérna bara blöndungurinn eins og hann leggur sig. Þetta þurfum við að þrífa, það er alveg slikja af olíu innan í þessu. Og olían er hörnuð og föst, þannig að ekkert hreyfist eins og það á að gera. Nú ætlum við að taka mótorinn í sundur og við byrjum bara á því að taka hérna proppskrúfuna af og skinnuna, eða segi þarna skífuna sem að heldur spaðanum. Þessi skífa og
drifskaftið hérna er úr stáli og eins þessi ró. Þannig að þetta, þegar það fær að liggja í einhverjum raka, þá ryðgar það. Og þetta ryð verðum við að hreinsa af. Síðan er hérna drifskífan, en framan við hana er plastringur sem hefur verið notaður til þess að miðja spaðan á drifskaftið. Þessi plastringur er fastur og ég þarf að nota hníf til að ná honum af. Hérna er þessi hringur og það er allt í lagi að hafa hann. Við setjum hann bara hér. Drifskífan hér, hún á að vera laus, á að losna af, en hún gerir það ekki núna, svo að við verðum að nota aðrar aðferðir. Ég á ekki dragkló, þannig að við förum hérna aftan á og hér eru 4 skrúfur sem halda, hér eru 4 skrúfur sem halda bakplötunni á. Skrúfurnar eru nokkuð fastar, þannig að ég þarf að nota svona lykil. Þessi hérna er mjög góður, en það er lítið, maður næri ekki að taka mjög á. Átakið verður ekkert svakalegt. Svona, þá er ég búinn að losa hann. Þá nota ég þennan. Hérna er lokið. Áður maður tekur það af er ágætt að skoða. Hérna efst er svona eins og flái, eða það kemur hérna innan í. Þetta á að vera upp og það er ágætt að muna það. Hérna á þessu loki, og þið sjá það er löðrandi olíu og hérna er rið sem kemur innan úr mótornum. Ál náttúrulega ryðgar ekki svona. Við getum tekið þennan þéttihring af. Það er ágætt að gera það vegna þess að við viljum ekki nota sterk leysiefni á svona. Langbest væri að geta fengið pakningar, nýjar pakningar, en það liggja nú ekki að lausu, þannig að maður fer bara varlega, lyftir henni hægt og rólega. Og enn er það olían sem er að hrekkja mann hérna. Hérna er pakningin og ég ætla að leggja hana hérna til hliðar svo að hún verði nú ekki fyrir neinn hnjaski. Þetta bak þurfum við síðan að laga, að þrífa. Nú sjáum við inn í mótorinn og við sjáum það að drifskaftið sem er hérna,
það hefur náð að ryðga smá og við þurfum að opna þetta, ná því úr og þrífa af því. Síðan ryð svona getur gert það misþungt. Við þurfum að ná hausnum af og þá kemur kertalykillinn, því að kertið er hérna í. Hann er 8 mm og losnar bara úr þægilega. Það er skinna á kertinu sem að þarf að fylgja því og síðan eru 6 skrúfur sem er allt saman 2 mm sexkantur sem að fer á þetta og best að vera með þennan hérna litla. Nú ætti hausinn að vera laus og hann er það. Við getum tekið hann af. Undir hausnum, hér, ofan á slífinni, er venjulega stálskinna sem við þurfum að passa okkur að skemma ekki. Svona, mjög þunn. Hún sér til þess að það sé rétt slagrými í hausnum og ég ætla að setja hana hér líka. Hausinn virðist nú ekki vera neitt svakalega drullugur. Innan í mótornum er slíf og við þurfum að reyna að ná henni úr og það er gert með því að setja það er langbest að nota einhvers konar bambus. Hérna er ég með svona rækjugaffal. Ég set hann hérna inni og sný svo drifskaftinu til þess að losa slífina. Hérna datt hún upp úr, losnaði og hún rennur út. Aftur allt löðrandi í storknari olíu sem við þurfum að þrífa af. Eitt er gott að vita í sambandi við þetta er að hér er hak og þetta hak fittar yfir þennan pinna sem er hér. Þegar við setjum þetta saman aftur þá vitum við það að þetta hak fer yfir pinnan hérna. Nú þurfum við að ná stimplinum úr og það er gert með því að lyfta stimpilstönginni frá á ákveðnan hátt, ákveðnum stað og þá ættum við að ná bæði stönginni og stimplinum sjálfum. Hérna er ég með mjóa töng og það á að vera það mikið pláss að maður getur lyft stimpilstönginni upp af þessum nabba sem hún er á og þá getur maður rennt henni upp úr. Hérna er hún og það er þó nokkuð hlaup í stimplinum þannig að þetta á að vera alveg mögulegt. Pinnin sem heldur stimplinum og stönginni saman er hérna og það er plast á endanum á honum þannig að ef hann ekki dettur út eins og hann ætti að gera þá er best að vera ekkert að hann er alveg fastur í þá er best að vera ekkert að neyða þetta úr. Ég kem til með að setja einhvers konar hreinsiefni þarna ofan í því að þetta er svo þétt og drullugt af storkinni olíu að
bara sem dæmi, ef ég sleppi stimplinum á stimplstönginni svona, þá ætti hann að leka niður. Hann gerir það ekki, hann bara situr þar sem maður sleppur honum. Annað próf sem maður er gaman að gera, það er hvort að stimpillinn er úr stáli. Það er hann ekki, hann er úr áli í þessum mótor. Og þá bara hlökkum við til að þrífa þetta. Innan í stimpilstönginni, bæði hérna og hérna uppi, eru fóðringar og mér sýnist að þær séu alveg hreinar og fínar eins og það eiga að vera. Þá er spurning að ná driftskaftinu úr, og til að gera það þá er ágætt að hafa smávegis undirlag hérna, því að þetta getur ekki setið svona vegna þess að þetta nær aftar, og lítinn hamar. Þarf ekki mikið. Og þið sjáu að þetta rekkur ekkert svakalega til. Olían er svo, það er svo mikil olía og hún er svo storkin að það er engin leið að láta þetta detta eins og það á að gera. Hérna er í tvennt sem maður þarf að tekka á. Hér er flati á driftskífunni og hann passar á annan flata hérna, þannig að til þess að þetta hlaupi ekki bara, þá er semst svona flati grópaður í þetta. Síðan er að fyrir aftan driftskífuna er þessi stálskinna, örþunn stálskinna. Hún er til þess að verja mótorinn hérna og náttúrulega þessa skífu þegar verið er að setja mótorinn í gang, sérstaklega með einhvers konar startara, því að þá þrýstist þetta saman og það verður að vera eitthvað á milli sem það getur hlaupið á, og við ætlum að geyma hana hér svo ekkert komi fyrir. Þetta þurfum við síðan að hreinsa, og nú kemur stimpillinn, eða segir þarna driftskaftið fram, og það er þvílík drulla, ég hef sjaldan séð hana eins, þetta drullan af þessu, og rið og geð. Þetta þurfum við allt saman að hreinsa vel. Mótorhúsið, innan í því er fóðring hérna sem að nær alveg hingað fram úr, semst héðan og hingað, og hún heldur utanum driftskaftið. Það er engar legur í þessum mótor. Hér eru þá allir hlutarnir úr mótornum. Hérna er karburátorinn. Hérna er driftskaftið, mótorhúsið, stimpillinn og slífin og heddið, kertið og lokið aftan, og hérna er hljóðkúturinn. Þetta eru, áður en einhver spyr, þá er þetta 47 hlutir, kannski fleiri vegna sem ég hef ekki tekið þetta hérna nálarsystemið úr í sundur, þannig að kannski gæti þetta verið þá 50 hlutir í allt. Það er nú ekkert svakalega mikið fyrir svona mótor. Í næsta myndbandi þá ætlum við að þrífa þetta allt saman, og ég vonast til að sjá ykkur þá. Takk fyrir.